Svo er það hitt. Það er hérna. Má sjá.
Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og vona á þig og treysta á nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn. Amen. Heilagt orð, heyrum hvað predikarinn segir okkar jarðnesku tilveru. Öllu afmörkuð stund og sér hver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðursetta hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma. Og hvaða gagn hefur verkamaðurinn af öllu striti sínu. Amen. Og heyrum svo hvað Páll postuli skrifar lífið sem tekur við að loknu þessu jarðlífi. Hann ritar:
Þannig er upprisu dauðra. Sáð er forgengilegur, en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansemd, en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika, en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama, en upprís andlegur líkami. Ef jarðneskur líkami er til, þá og til andlegur líkami. Þannig er og ritað: hinn fyrsti maður Adam var lifandi sál, hinn síðari Adam lífgandi andi. En hið andlega kemur ekki fyrst, heldur hið jarðneska, því næst hið andlega. Hinn fyrsti maður er frá jörðu, jarðneskur, hinn annar maður er frá himni. Eins og hinn jarðneski var, þannig eru og hinnir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarðneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sælir eru þeir heyr og geymi hjarta sínu. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu, á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Og stjarnan sem vitringarnir sáu austur þar fór fyrir þeim, uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur.
kannski aftur á himninum þú. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér komin til að fylgja til moldar Trausta Magnúsi Ágústssyni. Þegar hann kvaddur, þá skulum við hugleiða það guðspjall sem tilheyrir 13. degi jóla. En það er frásagan af vitringunum þremur. Þeir sáust nýja stjörnu á himni og fylgdu henni og hún leiddi þá til Jesúbarnsins. Það er mikilvægt að eiga sér stjörnu uppi á himninum. Eitthvað sem maður horfir til, lætur sig dreyma og stefnir að. Trausti átti sér draum stjörnu, draum bíla. Alveg frá því þegar hann var lítill strákur og lék sér með bíla, alveg frá því að hann settist sem strákur upp á traktorinn í Múla og prófaði að aka honum, þá hafði hann áhuga á bílum og vélum. Þetta var eitthvað sem hann langaði að vinna við, hrærast innanum og eiga. Draumar eru mikilvægir, jafnvel fjarlægir draumar, sem er eins langt frá manni og stjörnur himinsins. Draumarnir fá mann til að hugsa hærra, stefna því sem er langt í burtu og það er þannig sem maður nær árangri í lífi. Vitringarnir eltu stjörnuna í austri, þeir fóru yfir óbyggðir og fram hjá borgum, allt þar til þeir komu að litlu fjárhúsi og fundu þar frelsara heimsins. Lífið okkar allra er nokkurs konar ferðalag og það skiptir sér máli á þeirri ferð að eiga sér stjörnu, eiga sér markmið til að stefna að, til að treysta og trúa á, því að þannig nær maður árangur í lífinu. Og það var einmitt það sem Trausti gerði. Hann lét sína drauma rætast. Trausti Magnús Ágústsson var fæddur á Múla í Nauteyrarhreppi í Ísafjarðardjúpi þann 18. september árið 1961. Foreldrar hans voru þau Ágúst Halldór Guðmundsson og Guðrún Þórunn Jónsdóttir, bændur í Múla. Var Trausti yngstur systkina sinna. Hann átti 2 eldri hálfsystkini, þau Erlu Ágústsdóttur og Sigurgeir Elías Ágústsson, en hann er horfinn yfir móðuna miklu. Þá átti Trausti 2 alsystkini. Systirinn, hún Rebekka Margrét, var eldri, en hún hefur kvatt þennan heim. Og svo er það Ásþór Sigurður, sem tók við búin í Múla af föður sínum, en hefur hinn seinni ár einnig haldið heimili hér á Ísafirði. Þegar Trausti var 1 árs gamall, þá kviknaði í húsónum í Múla, en sem betur fer þá tókst foreldrónum að bjarga honum og systkinum hans. Foreldrar Trausta og þeirra systkina voru mikið dugnaðarfólk og þau endurbyggðu bæinn.
Trausti var þannig sveitastrákur. Hann var alinn upp við það að taka til hendinni heima við og hjálpa til við bústörfin. Hann gekk í skóla, í barnaskólan í Reykjanesi, sem hinum megin við fjörðinn Ísafjörð, og var það heimavistarskóli, en einnig var á staðnum stór héraðsskóli þá daga. Gamall sveitungur, Dóri á Bakka, biður fyrir samúðarkveðjur til allra aðstandenda Trausta. Þá hér kveðja frá Dúdda, systur sinni Trausta. Hann sendir eiginkonu Trausta og sonum sínar hjartans samúðaróskir. Og fjölskyldan á Laugabóli við Ísafjörð minnist Trausta með söknuði, þau votta ástvinum hans samúð. Þegar Trausti var 12 ára, þá flutti fjölskylda hans í Hnífsdal. Í fyrstu áttu þau heima í húsinu Súðinni á Bakkavegi, húsi sem þau leigðu af hraðfrystihúsinu, en að nokkrum árum liðnum hafði fjölskyldan reist hér einbýlishús á Bakkavegi 25. Í Hnífsdal eignaðist Trausti ýmsa vini gegnum leiki æskunnar. Krakkarnir fóru gjarnan í alls kyns leiki á götunni og eins á leiksvæðinu við barnaskólann í Hnífsdal sem við Bakkaveginn. Og svo tóku við úlingsárin þar sem hlusta var á plötur með ELO og Toto og Bee Gees og fleirum. Trausti fór ungur að vinna. Í fyrstu hafði hann ráðgert að læra rafvirkjun, en þegar hann komst ekki á samning, þá ákvað hann að einbeita sér að byggingarvinnunni sem hann vann þá við. Vinnan og launin sem hann vann sér inn voru til þess að geta látið 2 af draumum sínum rætast. Í fyrsta lagi var það að kaupa sér bíl, í öðru lagi að eignast eigið hús. 17 ára gamall var hann kominn með bílinn, Chevrolet Nova, og búinn að fá lóð á Smárategnum í Hnífsdal og byrjaður að byggja. Og þetta þætti víst svolítið fjarstæðukennt í dag ef 17 ára unglingur væri komið þetta langt í lífsbaráttunni. En það voru aðrir og betri tímar þá. Á þessum árum kynntist Trausti Þóru Baldursdóttur. Þau giftu sig árið 1986. Árið 1998 eignuðust þau soninn Magnús Inga. Trausti og Þóra skildu árið 2007. Trausti vann einnig lengi við að sjóða niður rækju í rækjuverksmiðjunum, þótti hann duglegur til vinnu og ósér hlífinn. Þá þótti hann einnig vel liðtækur í verkalýðsbaráttunni. Trausti var góður vinnufélagi. Og svo var það þriðja stjarnan, bílarnir. Trausti var eins og áður sagði mikill áhugamaður bíla. Og árið 2001 þá ákvað hann að fara út í rútubílabusiness. Þá stofnaði hann ásamt Rögnvaldi Ólafssyni, syni Óla Hall, fyrirtækið Stjörnubílar. Nafnið Stjörnubílar vísar til stjörnunar á Mercedes-Benz bílunum, en þeir sem hafa vit á bílum telja þá með þeim bestu sem völ á. Og ég sé að það Mercedes-Benz merki hér á kistunni. Þeir fóru rólega af stað með stjörnubíla, voru með litla bíla í fyrstu en árið eftir keyptu þeir sér sína fyrstu stóru rútu. Auðvitað var þetta svolítið basl á þessum tíma, markaðurinn var lítill og hluta ársins var mjög rólegt að gera. Trausti lenti í slysi árið 2010 og þá hætti hann með stjörnubíla. En hann hafði samt ekki gefið hugmyndina rútufyrirtækið upp á bátinn. Það var nefnilega þannig með hann Trausta að ef hann ákvað eitthvað, ef hann sagði eitthvað, þá stóð hann við það. Honum varð aldrei haggað. Það hefur oft verið sagt okkur Vestfirðinga að við séum þrjóskir og duglegir og þær einkunnir eiga mjög vel við hann Trausta. Sannur Vestfirðingur. Eitt af mestu gæfusporunum í lífi Trausta var þegar hann kynntist eftirlifandi eiginkonu sinni, Helgu Héðinsdóttur.
Þau byrjuðu að búa árið 2011 og gengu svo í heilagt hjónaband hér í kirkjunni þann 15. júní árið 2013. Og þar með voru synirnir orðnir 2. Trausti kom með Magnús son sinn inn í sambandið og Helga kom með sinn son, Andra Þór Frímannsson, sem fæddur er árið 2002. Andri er í sambúð með Jessíku Daríusdóttur. Eitt af því sem Trausti spurði konuna sína að í upphafi var hvort hún vildi ekki stofna með honum og öðrum rútufyrirtæki. Helga var dálítið efins í fyrstu, en ég held að hún hafi einmitt verið rétta konan fyrir Trausta. Það er sagt að góð hjón bæti hvort annað upp og þannig hefur það verið með þau Trausta og Helgu. Hann hefur séð rútubílaksturinn en hún hefur séð bókhaldið og skrifstofuna. Þau stofnuðu Vestfirskar ævintýraferðir árið 2012 og það fyrirtæki hefur aldeilis blómstrað og fyrir því eru 3 ástæður. Í fyrsta lagi er núna miklu meira ferðamenn en áður var. Fjöldi ferðamanna kemur með stórum farþegaskipum á sumrin og þeir ferðamenn vilja fara í rútuferðir til að skoða sig í landi. Og það er ekki með þá og aðra ferðamenn að Fjallfossi í Dynjanda, gegnum Dýrafjarðargöngin og það er ekið á öðrum náttúruperlum Vestfjarða og eins eru nágrannabæir Ísafjarðar heimsóttir. En í öðru lagi þá naut Trausti þess að hafa með sér öflugan og traustan viðskiptafélaga, hann Keran Ólafsson. Þau Keran og Birna í Breiðuvík þakka Trausta samstarfið og góð kynni, þau sakna góðs félaga. Og þriðja ástæðan fyrir því að þetta fyrirtæki hefur blómstrað er svo að Trausti er með vinnusamari mönnum. Daginn eftir brúðkaupið sitt var Trausti kominn í akstur með eldri borgara og hann fór með þá norður á Strandir. Ekki beint brúðkaupsferð, þó svo að Trausti hafi grínast og sagt þetta með glotti og kímni við vini sína. En það var í þessari ferð sem hún Herselía Þórðardóttir orti þessar ágætu vísur sem ég ætla að fara með. Bílstjórinn er broshýr maður, í brúðkaupsferð sæll og glaður, með höllu núna fer í ferð, með fríðan hóp af eldri gerð. Frúin seinna fer í frí, það fer nú engin saga af því, það hentar ekki honum nú að hafa með sér ekta frú. Það er oft gaman í svona rútuferðum og maður er auðvitað manns gaman. Það eru samúðarkveðjur til ástvina Trausta frá þeim Dúnu, Jens og fjölskyldu. Það eru kærleikskveðjur frá Sigurjóni og Sveini í Nefskaupstað. Það eru samúðarkveðjur frá Guðmundi Karli Stefánssyni og Kristínu Björnsdóttur og Jónu Björk Stefánsdóttur í Reykjavík. Gísli Vilberg Gunnarsson vottar aðstandendum samúð. Trausti var einn af þessum mönnum sem vildi helst vera sívinnandi. Hann yrði aldrei lengi fyrir framan sjónvarpið. Hann vildi alltaf hafa eitthvað fyrir stafni. Og ef hann fann sér ekki verkefni heima, þá vildi hann helst fara niður í vinnu, enda biðu þar alltaf ykkur óleyst verkefni. Vestfirskar ævintýraferðir eru með alhliða ferðaþjónustu. Fyrirtækið hefur verið með strætóferðir, þjónustu fyrir hreyfihamlaða og alls konar rútubílakstur. Árið 2023 afhenti bílaumboðið Askja fyrsta rafmagnshópferðabílinn hingað til Vestfjarða. Var að ræða 19 manna rútu sem Vestfirskar ævintýraferðir höfðu fest kaup á og var rútan notuð í áætlunarferðir milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur. Þessi rafmagnsrúta var að stofni til Mercedes-Benz en henni hafði verið breytt í Litháen. Vestfirskar ævintýraferðir eru líklega með einar 25 rútur á sínum snærum. Magnús, sonur Trausta, stofnaði dekkjaverkstæði Sólbarða þegar hann var 18 ára, þannig að ekki fellur eplið langt frá eikin í því tilfelli.
Og í sama húsi einnig verkstæði fyrirtækisins og rúturnar þarna allt kring. Við hér í kirkjunni og íþróttafélög bæjarins og fleiri félög hafa notið góðs af auknum umsvifum rútufyrirtækja hér á svæðinu, því að nú meira framboð að rútum og ferðum en áður var, og það vel. Trausti og Helga fóru gjarnan í ferðir til Evrópu á haustin. Helga skrapp þá í verslanir en Trausti fór gagngert til að skoða rútur og fara á rútubílasýningar. Trausti tók sér aldrei frí á sumrin. Þá var vertíð með alla ferðamennina og í augum Trausta var það dygð að vinna. En það segir í helgri bók að verður sé verkamaður launa sinna og vinnan göfgar mannin. Vinna nefnilega ekki einvörðungu það að hafa fyrir salti í grautinn sinn. Þegar við vinnum, þá erum við að leggja okkar skerf til samfélagsins. Og það skiptir ekki máli hver starfið hvort það vinnan hér í frystihúsinu, fiskveiðarnar út á sjó, velvirkjun, eða önnur þjónusta og iðnaður, ferðamanniðnur. Allt þetta nauðsynlegt til að okkar samfélag geti dafnað og verðmæti orðið til. Í atvinnulífinu erum við öll eins og tannhjól í stórri vél. Og þess vegna tala Martin Luther að fólk í öllum stéttum hafi köllun eða hlutverk í lífinu. Og hlutverk okkar eða köllun það að standa sig vel í hverju því verkefni, hverju því starfi sem við tökum að okkur í lífinu. Og þessi hugsun í raun innifalin í ritningarorðinu góða sem haft var yfir flestu öllum fermingarbörnum í gamla daga: vertu trúr allt til dauða og Guð mun gefa þér lífsins kórónu. Og þessi orð eiga vel við þegar við kveðjum hann Trausta. Ég flyt hér hugheilar saknaðarkveðjur frá mági hans Trausta, frá Rúnari Þór Héðinsinni og Súsan konu hans og Anna-Líse dóttur þeirra, en þau eru búsett á Nýja-Sjálandi. Þá eru hjartans saknaðarkveðjur frá Óðinsvéum, frá þeim Þórdísi Elínu, Úlfari og stelpunum. Þau þakka fyrir gestrisni og góðar stundir hjá þeim Trausta og Helgu. Þá eru innilega samúðarkveðjur til aðstandanda frá Erlu Ágústsdóttur og Garðari Steinsinni með þakklæti fyrir allt gott í gegnum tíðina. Eins eru samúðarkveðjur frá Elínu Björgu Þráinsdóttur og fjölskyldu. Atli Einarsson sendir hugheilar samúðarkveðjur með þökk fyrir ánægjuleg samskipti og samstarf, og þá kveðja frá Jakobi og Láru og eins frá Ingvari og Kristínu á Siglufirði. Föstudagurinn 13. september síðastliðinn virðist hafa verið óhappadagur hér fyrir vestan. Fyrst var rútuárekstur í Tungudal og svo kviknaði annarri rútu í Tungudal. Enda þótt hvorug rútan væri frá Trausta og félögum, þá var þeim engu að síður brugðið. Og þetta var líka dagurinn sem Trausti fór til læknisins. Hann var allt í einu farinn að sjá tvöfalt og átti í erfiðleikum með að aka bíl. Læknirinn hélt í fyrstu að þetta væri heilablóðfall og hóf meðhöndlun í samræmi við það og var það gert í öryggisskyni. Jafnframt var ákveðið að fara út í frekari rannsóknir. Hélt Trausti þá suður og þar greindist illkynja krabbamein. Trausti fór í 3 krabbameinsmeðferðir, því miður þá báru þær ekki árangur. Baráttan var töpuð og Trausti gerði sig grein fyrir því að hann myndi ekki aka rútun meir. En hann sagði við ástvini sína: þeir taka mig rútuprófið, ég veit það, en þeir skulu ekki taka mig bílprófið. Já, Trausti var ekki maður sem gefst upp eða leggur árar í bát, en í glímu við þennan sjúkdóm þurfa jafnvel hinir duglegustu og hraustustu menn að gefa eftir. Og aðventunni lá Trausti hér inn á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þótt af honum væri dregið, þá var hann sjálfum sér líkur, fastur á sínu og vissi hvað hann vildi. Trausti Magnús Ágústsson
kvaddi þennan heim þann 14. desember í faðmi fjölskyldu og ástvina sem voru hjá honum á sjúkrahúsinu. Blessuð sé minning góðs drengs. Ástvinir Trausta þakka hjúkrunarfólki sjúkrahússins fyrir góða umönn. Kistan hans Trausta verður í lok þessarar athafnar borin úr kirkju og flutt í Hnífsdalskirkjugarð, en þar fær hann sitt hinsta leg hinum megin við götuna þar sem foreldrar hans liggja. Ástvinir Trausta þakka auðsýnda samúð og í minningu hans þá bjóða þau til erfidrykkju í félagsheimilum í Hnífsdal. Því þannig farið að þegar við kveðjum ástvini okkar þá grípur okkur tómleika tilfinning. Manneskjan sem var hjá okkur, brosið, tilsvörin, glettnin og allt annað það prýddi ástvinin, allt í einu horfið. Og þá finnst manni að það vanti eitthvað mikið í lífið. Sorgin missir, sorgin eftirsjá og hún sár. Jafnvel þó við vitum það mæta vel að svona geti lífið verið hart og hverfult, ósanngjarnt, þá svo sárt að missa ástvin. Því með hverri látinni manneskju þá hverfur hluti af tilveru okkur og raun hluti af okkur sjálfum hverfur. Vitringarnir eltu stjörnuna og svo gáfu þeir Jesúbarninu gjafir, gull, reykels og myrru. En hvað gefur Jesús okkur í staðinn? Það skal ég segja þér. Hann gefur okkur eilífa lífið. Þegar við hverfum að þessari jörð, þá tekur Jesús á móti okkur og leiðir okkur inn í eilífa ljósið hjá sér. Ljósið sem skein frá himni og lýsti vitringunum leið í myrkrinu. Og megi þetta ljós drottins, ljós fagnaðar erindisins, lýs okkur öllum réttu leiðina í okkar lífi og lífsferð. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Bera mig langt veg
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýðþínum Ísrael. Við skulum biðja. Ég þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfin í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Trausta Magnús Ágústsson frá þrautum og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Við skulum rísa á fætur. Trausti Magnús Ágústsson, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Að jörðu skaltu aftur upprýsa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík er lifa. Sækja mig.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Guði séu þakkir, gefur og sigurinn fyrir Drottinum vor Jesú